Sæl aftur, hann sestur hjá mér hann Ólafur Margeirsson, doktor í hagfræði, velkominn. Við ætlum að ræða þessum eðli peninga. Þú sem fyrirlestur á vegum Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands bara núna í vikunni og varst að ræða þetta og svona sýn okkar og skilning á þessu atriði, eðli peninga. Af hverju þetta mikilvægt og heldur að við séum öll með einhvern veginn mismunandi sýn og skilning á því hvað eru peningar og af hverju skiptir þetta máli í umræðu og sérstaklega umræðum hagstjórn? Eru peningar ekki bara peningar? Það kannski best að ég byrji kannski örlítið á kannski talað peninga og hvað peningar eru sem einhvers konar vara og það þessi svona hversdagslegi skilningur sem við flest eða ef ekki öll höfum á hvað peningar eru en þetta raunar ekki það sem ég persónulega tel rétta skilningin á hvað peningar eru og raunar þetta frekar nýmóðins innan gæsalappa að hugsa peninga sem vöru. Þetta byrjar með John Locke á 17. öld. Fyrir þann tíma, fyrir tíma John Locke á þessum tíma, þá var hugsað peninga sem merki, einhvers konar óhlutbundna mælieiningu. En í dag talað peninga sem eitthvað hlutbundið. Og málið að það kannski einfaldast að skýra þetta þannig að króna eða dollar eða pund eða hvaða gjaldmiðill sem eru fyrst og fremst mælieining á virði. Og þá kemur næsta spurning, hægt að snerta mælieiningu? Hefur einhver tímann snert metur? Já. En það hefur enginn snert metur. Það hafa allir snert eða mjög margir hafa snert tommustokk eða eitthvað slíkt. Og við tölum í hversdagslegu máli sem að við höfum snert krónu, við höldum á peningaseðli sem dæmi. En peningaseðlinn þá í rauninni í sama flokki eins og tommustokkurinn. Hann tæki til þess að mæla virði alveg eins og tommustokkurinn mælitæki til þess að gefa okkur mælieininguna virði, eða fyrir ekki metur. Og þetta skiptir máli vegna þess að til dæmis ef við hugsum peninga sem vöru, þá það þannig að til dæmis ef við förum út í það bara hvernig við teljum að bankakerfið virki og það kennt enn þetta í dag í akademíu hvernig bankakerfið virki, þá það þannig að þú verður að taka einhverja vöru, peninga og láta peningana inn í bankan. Bankinn tekur síðan hluta af þessum peningum, háð því sem kallað bindiskylda. Segjum að bindiskyldan sé þessi 10% sem alltaf í þessi klassíska dæmi í bókum. Þú leggur 100 einingar af peningum inn í bankan, bankinn tekur 90 af þeim og lánar það út. Síðan kemur þessi 90 krónur aftur inn í bankan í formi innlagnar og svo framvegis og framvegis. Og þannig margfaldast peningurinn upprunlega innleggið inn í bankan, þetta kallað peningamarkaður. En í raun og reynd þá virkar þetta ekki svona. Bankakerfi virkar þannig að það þarf enginn að leggja peningin í banka til þess að banki geti veitt útlán. Af því að peningar eru óhlutbundnir, þá það bókstaflega ekkert annað heldur en traust okkar á því hvað í rauninni samþykkt sem peningur, eða fullnaðargreiðsla í viðskiptum. Og við samþykkjum til dæmis innlán í banka sem fullnaðargreiðsla í viðskiptum. Og sem bankinn með einhvers konar efnahagsreikning og beggja megin á sínum efnahagsreikningi sem bæði skuldbindingar og eignir, hann getur skrifað niður hvað sem hann vill. Og það nákvæmlega sem hann gerir til dæmis þegar hann að veita útlán. Bankinn skrifar niður á sama tíma beggja megin síns efnahagsreiknings að innlánið hann skuldar lántakanum 10 milljónir, ef lánið upp á 10 milljónir. Svo skrifar hann það eignamegin sín á sín efnahagsreikning að viðkomandi lántaki skuldar þá honum 10 milljónir. Og þá búið að búið til peninga. En það þurfti enginn að láta pening inn í bankan til þess að það væri hægt. Nei. Og af hverju skiptir þetta máli? Þú talar þetta skiptir máli í bara almennri hagstjórn sem slíkri, jafnvel fyrir eins og bankakerfi, lífeyrissjóðakerfi, jafnvel af hverju, hvernig eru menn að horfa með mismunandi hætti á þetta eðli peninga í þessu sem við erum að díla við eða kljást við í okkar hagstjórn dagsdaglega? Sem dæmi fyrir 2008 þá var ein af ástæðum þess
af hverju bankakerfið var gat þanið út peningana á útlán eins mikið og raunin var fyrir 2008 var talin sú að bindiskyldan var lækkuð og bindiskyldan reglugerðar ákvörðun frá Seðlabanka Íslands. En þó að bindiskyldan væri 100% þá getur bankar öll sem hafa gert þetta. Það skiptir engu máli. Af því að það sem gerist er að ef banka vantar lausafé eftir að hafa búið til lánið þá fara þeir einfaldlega inn á millibankamarkað fyrst og reyna að finna lausafé þar. Reyndar fyrst reyna þeir að fá peningaseðla frá almenningi og slíku. Síðan fara þeir inn á millibankamarkað og ef þeir finna ekki lausafé það þá verða þeir að fara til Seðlabankans. Og málið er að ef Seðlabankinn veitir þeim ekki lausafjárlán þá myndast lausafjárkrísa og þá hækkar vextir á millibankamarkaði og stýrivaxtastefna Seðlabankans sem virkar ekki lengur. Þannig að Seðlabankinn hann neyddur til þess í raun og reynd að veita þeim lausafé ef það vantar í lokin til þess að stýra millibankavöxtum og í rauninni bara verðið á peningum eins og markmið Seðlabankans er. Og þetta skiptir líka máli upp á hagstjórnina, þetta er bara bankakerfið sjálft sem dæmi. En ef peningar eru eins og þeir í raun og reynd eru í dag bara einfaldlega búnir til með því að skrifa á niður á blað, þá er það til dæmis þannig að það þarf ekki að safna í sjóð, lífeyrissjóðakerfi sem dæmi. Lífeyrissjóðakerfið það gengur beinlínis út frá þeirri hugmynd að peningar séu vara. Og pælingin hjá þeim sem eru að skipuleggja kerfið og það var upprunalega hugsunin var að þú verður að leggja ákveðið mikið af vörunni til hliðar sem síðan er notuð til þess að búa til útlán og svo framvegis til þess að síðan geta borgað út peninga í lokin í formi ellilífeyris. En málið er að af því að bankar eru búnir til, af því að peningar eru búnir til með því að einfaldlega skrifa niður á blað, þá getur það alveg eins sleppt í að skrifa niður á blað á tímabili 0 og þú setur það inn í lífeyrissjóð sem síðan gerir eitthvað við þá, annarkvort góðar fjárfestingar eða ekki, skiptir ekki máli, eða þú einfaldlega sleppir því að búa það til á tímabili 0 og þú býr það til á tímabili 1 þegar þú vilt greiða peningin út í formi í ellilífeyris. Og málið er það skiptir ekki máli hvenær peningurinn er búinn til per se upp á það að hafa peningin í höndunum til þess að geta keypt eitthvað. Það sem skiptir máli er hversu mikið er búið til af vörum og þjónustu á þessum tíma þegar peningurinn er greiddur út til þess sem á að nota það. Og þess vegna er þessi hugmynd það að gegnumstreymiskerfi sé ósjálfbært og hún gengur ekki upp. Þannig að þessa hugmyndin er drifin áfram af þeirri hugmynd, af þeirri forsendu að peningar séu vara og að sé ekki hægt að búa þá til með því að skrifa það niður á blað, eins og er gert í raunveruleikanum. Þannig að hagstjórn skiptir máli bæði upp á til dæmis peningakerfi, hvernig þú stjórnar bönkum og eins hvernig þú til dæmis setur upp lífeyrissjóðakerfi. Og lífeyrissjóðakerfi, ég vil taka það fram, það getur verið góð hugmynd að vera með sjóðsöfnunarkerfi en þá er það líka, fjárfestingarnar verða líka að vera skynsamar. Til dæmis, það væri mjög skynsamlegt hjá íslensku lífeyrissjóðum að til dæmis byggja meira af húsnæði og fjárfesta í húsnæði og eiga það beint sem dæmi. Frekar heldur en að lána fyrir því? Til dæmis. Og sem bara örstutt samanburður í Sviss. Tíminn er að hlaupa frá okkur. Fyrirgefðu. Örstutt samanburður bara í Sviss þá er kringum 20-25% af eignum lífeyrissjóða þar eru í formi húsnæðis sem þeir eiga og leigja út. Kæra þakkir fyrir þetta, Ólafur Margeirsson. Við komumst ekki lengra að sinni, verðum hér aftur að vikuliðinni. Verið sæl.